Arnar vinkaði árun ferðin. Byrjum þáttinn hannig. Já, verið velkomin í þátt númer 14 af Close Friends. Wow. Mér heyrist ekkert introlag komin í gang, ég skal bara setja hitt. Hata þetta lag. Já, þetta verður síðast skipti. Þetta verður síðast skipti sem þetta lag verður spila. Mér finnst þetta æði. Í alvörinni? Já, ég er alveg... Mér finnst þetta orðið lagið ykkar, sko. Yes. Fuck. Núma, ég. Númer hvað er þessi þáttur? Þetta er þáttur númer 14. Huge. Já, fint já, sæll, sagði einhver félagi. Huge. Down. Aha. Og við erum með Sæl. gest, strákar. Já, þetta er hún Fyrsta- Anna. Kærasta mín. Fyrsti kvenkins gesturinn okkar. Já, og fyrsti íslenski líka. Já, Já. Vá. velkomin í what an þáttinn. honor. Velkomin í Já. þáttinn, Anna. Þú velkomin. Takk fyrir að fá mig. Hvernig líður að vera komin? Bara, mér líður svo vel að vera, já, Velkomin. ekki á gólfinu í þetta skipti. Já. Útlæg gaman að fá að vera hérna með einu borðið. Þið voru leini áhörendur í síðasta þætti, þú og Já. vinkonaðinn. Já. Og að því þið voru svo góð að koma með input og spurningar Já. og svör, þá bara var nöðsynlegt til að fá okkur í sætið, sko. Vá, takk, guys. Já, og ég held að vera líka sniðut að, út í við erum alltaf að kafa í samskipti kynjana á samfélagsmiðlum sem við erum búin að tala endalaust um. Þá held ég að vera gaman að fá loksins feedback frá kvenmanninum fyrir það. Ekki bara kvenmannum, heldur kærustunum minni. Yes. Nákvæmlega. Ég er hérna- Að tala fyrir alla kvenþjóðar. Já. 100%. Ég líka, ég er með henni hérna megin. Já, Já. 100%. Við ætlum að tala fyrir stelpunar í dag, Aha. ég og Arnar. Girl Já. power. Já. Já. Þið ykkur að toxic strákar, ekki í dag. Ekki í dag, sko. Talandi um að vera ekki toxic, þá er ég með hérna Twitter-hotnið. Beint í Twitter-hornið. Wow, huge. Það er uppáhaldsliðurinn minn í þessum þætti. Nice. Við skulum taka eitt undan. Hvernig liðir ykkur? Ég er fyrstur, má ég fá vatn til Já, það? samt þú klárar allt. Á ég að segja fyrst það? Já. Mér líður bara. Yeah. Ég hef bara aldrei verið betri held ég. Það heyrist ekki nóg hátt í sondunum. Ég og Alex erum að fara til Afríku eftir 2 Herru, já, Gaur, Já. þú varst að segja mér á hann að vera til Afríku. Ef við byrjuð það að Býtu Afríku? Já, að hitta systur sína. Vissir þú að það er systir það? Hvað er í Afríku? þetta er eyja sem heitir Djerba, sem er svona eyja í Túnis, sem er í Hljómar allt eins og á Mars. norðaustur Afríka. Vissir þú að það er systur? Já. Síðan hvenær? Hún náttúrulega býr úti, sko, þannig að ég er ekkert eitthvað Í mikið- Afríku? Nei, hún býr á Spáni, en kallinn hennar er frá Afríku, sko. Hann heitir Osama. What? Huge. Hvernig, Hvað er eftirnafnið veistu hans? hvernig þið kynntust? Bin Laden eitthvað. Já, ok. En já, Veistu hvernig þið kynntust? Ég held að þetta var bara, nei, ég veit ekki, ég held að þau eru bæði í að vinna í námi á Spáni, kynst bara í gegnum það, sko. Svo finnst þið, allir kallanir á systur minni, þeir eru mjúkustu menn sem ég hef kynst. Veist þeir, tala svo blíðlega. Já. Og þeir eru allir gett svona mjóleitir, hávaxnir og mjóir. Mér finnst þeir allir vera svona mjög mjúkir og svona soft. Kallar ég bara svona, ok, systir mín er með típu, sko. Leitar að þessum. Fyrir hann til kærastan hennar var líka svona, hann talaði svona og var bara mjög mjór og svona mjólægin í andlitinu. Ég er bara svona, wow, hún gæti ekki verið með meira type, sko. Já, svona petite. Já, nei, en samt alveg svona hávaxin, bara langir, já, ekki petite, ég myndi ekki segja það. Þeir eru alveg hávaxnir, sko. Bara svona langir og mjóir einhvern veginn og mjög mjúkir, sko. Sæði mig, hvenær fékkstu þið systir? Þegar hún fæddist, þegar ég fæddist 1990 þá var hún búin að fæðast 87, þannig að Ok, hún eiginlega fekk mig, veist. hart. Já, Hvað heitir hún? hún heitir Anna Tara Andresdóttir. Anna! Hún já, mikið fyndi að segja frá því að systir mín heitir það sama og kærasta mín. Ekki Og- rugglast. Þið kannski kannast við hana, hún var í Reykjavík dættur Takk fyrir tímabili. Þeir hlæði aldrei djókunum mínum. Ég mista hana, sorry. Hann sagði ekki rugglast. Ó, vá. Það var leiðilt að Svo eiginlega brúðkaupið. Já, já. Það væri verra. Arnar er í stuði í dag, sko. Það er galsi, sko. Já, það er búin að mikið að gera hér. Já. Það er náttúrulega búin að brjála að gera þér út í að þú ert að launcha vinsælasta stærsta hydration merki sem er komið í sögu Íslands. Happy Hydrate.
er officially komið í lofti. Já, og Getum við please, ánum við höldum áfram, Já. getum við fengið upp vídeo á Já. skjáin til að sína bara áhörendum, hvað er þetta, hver getur græða? Ég skal græða. Nice. Já, þetta er Happy Hydration. Arnar, hvað er Happy Hydration? þetta er hydration drink. Þetta er steinefni og vítamín og þetta er svaka holdt sko. Þetta er skilur all clean. Þetta er ekki gerfefni neitt þannig dót. Já. 1 gram dextrosi. Já. Og magnesium og dót. Hvað er dextrose? Það er svona sykur. Já. Fancy sykur, hljóma þannig. Já, er þetta svona fínni sykur? Þetta er hóllu sykur. Góð sykur. Ok, og þetta er fyrirtæki þitt. Þú átt þetta Já. fyrirtæki ásamt vinuðinum. Björk á Tóta á einhverjum homies. Flottur strákur. Og þetta er að koma núna í búðir á næstinni. Hvað gerir þetta fyrir þig? Hvað akkurat ég að kaupa það? Þú verður ný maður. Þetta er gott upp á bara svona jafnvæðu daginn, betur orka og drekkur mikið koffín og svona shit líka. Nice. Upp og niður. Þetta er bara balance. Ég er búin að heyra tala þetta á götunum, þetta sé þingubanin. Þú veist, það er tala þingubanin, en það er núna í fyrstskipti, þetta er í alvegni þannig. Þetta er for real þannig sko. Söltin í þessu, draga í sig vökvann og síðan fara út í kerfið og ná að vökvaði betur þannig. Það er raunin það sem þetta gerir. Bingo. Það bindur vökvann betur í þér og þú ert þunnur. Það er út af dehydration og lack of sleep. Og þetta er náttúrulega gott fyrir svefnin út af magnesium og alls konar í þessu og bara vítamín. Og þetta heldur hydrated. Við erum ekkert að grínast hérna sko. Já, ég fór að jamma á laugardaginn. Ég drakk þetta fyrir eftir að ég komið heim og svo þegar ég vaknaði. Og þú varst nýrmaður. Alex, þú varst að jamma með honum, ekki? Og Anna. Og ég gerði þetta ekki og ég var ekki nýrmaður. Sko, mér leið illa eftir og það er sjálfgeft út. Ég drekk vanlega svo ótrúlega. En getur við fengið kannski myndbandi upp? Það er gaman að sjá þetta. Þetta er auglýsingin sem við skutum fyrir Happy Hydrate. Ég er ógeðslega stoltur af þessu verkefni sko. Já, ég líka. Þetta var ógeðslega gaman. Þetta var good work sko. Should be, þetta er gegga. Tjekkum á þessu. Ok. Amma dregi. Leik sigur. Tjökk. Wow. Segð mér, herru, veist það, hefðu þið sem... Það er mikið með Happy Hydrate, Takk maður. Það lítur ekkert eðlilega vel út, sko. Thanks boys. Segð mér, hvað hefði þessi auglýsing kostað hjá auglýsingastofu? 3 milljónir. Já. Úff. Og gott gisk maður. Takk. Já, ok, nice. Ég ætla ekki að segja ykkur hvað ég fekk að ná en takk. Það gæti... Plusvask, sko. Svona er þetta, já, plusvask. Svona er þetta hæfileikar eitthvað vini, sem er tilbúin til að fara above and beyond fyrir því, sko. En þið þekki líka engan betri að gefa glokk, sko. Hvað sé? Herði, ef við haldum áfram með Twitter, við fórum svona afstíðis þarna. Ég veit ekki hvort mér langi að halda. Jú, nei. Eins og Anna var að segja á hann, þetta er uppáhaldsliðurinn, þetta er besti liðurinn. Þetta er eini liðurinn okkar. Nei, ég er með nokkra, en þetta er einu reglulegi liðurinn okkar, sem er bara konsistent, sko. Ég held að Davíð bara sleppt hann kannski einu svona tvisvar, sko. Ok, en það er bara Harry Potter liðurinn ykkar og þetta. Harry Potter er ekki þessi liður, við erum bara viljað að reyna að koma Harry Potter inn, bara alltaf þemanu, sko. Mér langar svo að vera með í Smash or Pass. Erum við tilbúin með Smash or Pass? Ég get græða, sko, ég verði eiginlega að græða, sko. Hlustum þið fá að vita í lok þáttar hvort við náðum því. Viltu Twitter-hóðnið það? Já, Twitter-hóðnið. Ég vil að líka. Og við erum búin að vera Wholesome Boys upp á síðkastið, þannig ég ætla að byrja á mjög wholesome tweetið hérna. Okay. Það er okkar maður Andrew Tate. Hann segir Sæll. Because I tell young men to question everything. Og ég gerði það með hreifinum með það. Já. Work hard, go to the gym. Nei, ég kann það ekki. Jú. Get as rich as possible, never quit, respect themselves, and that all the pain will be worth it in the end. I am banned from being discussed in schools around the world. The British government has an active campaign to not only ban me, but is planning to incriminate me for hate speech. Whoa. I am banned from almost all social media. I am banned from having a bank account. I am banned from Airbnb, Uber, Discord, Spotify. I'm banned from basically any app on the App Store. I was put in jail in a hole to rot. But if I cut my dick off and wore a dress and told men to do the same, I wouldn't be seen as poisonous to the minds of the youth. Whoa. I would be promoted and embraced. It's very clear that the people who are against me are afraid that I am teaching men to be good men.
They're afraid of me being so influential because they don't want me to help men be good. The logical extension is that my enemies are simply evil. It is good versus evil. It is God against Satan. It's a battle for humanity. Jó, þetta var ég verður bara að segja, veist, Þetta var svakalegt. hann svo ótrúlega vel Top G segja þér. Hann bara kann að tala, þú veist, það ástæðan okkur hvað hann í dag, Finnst þið það? Finnst þið ekki það vel skrifað texti, sko? Þú er örugglega getað gert betur bara með að skrifa ChatGPT, sko. Þetta var örugglega skrifað ChatGPT. Ég með alls hann, sko, mest það vel skrifað. Ég líka, sko, meðan þetta var fucking mjög bara impactful, sko. Hann lét að heyra það, sko. Hann líka bara bannar frá skólum, bannar frá öllu, þetta bara, þú veist, maður vissi þetta ekki líka. Uber og Airbnb? Hvað pældi hann fullir downtown og hann bannaði frá Uber? Já, kannski var einhver sem gaf hann bara bad reviews, sko. Fáum önnu inn í þetta, Anna, hvað finnst þér þetta? Ég bara, sko, það ekki sniðugt að ég fara að tala hann. Jú, hvað með það? Ég bara, mér finnst þetta bara gott að hann sé bannaðan alls þar. Ég vil ekki sjá hann, sko. Já. Ég bara, mér finnst þú þolir hann ekki? Nei, mér finnst hann bara fara í svo ranga átt, skilur, og ég skil alveg, eins og þeir eru búin að tala ég skil alveg að það eru strákar sem líta upp til hans og þurfa eða vilja heyra það sem hann er að segja en þú veist, það svo mikið af flottum gaurum að segja svo miklu betri hluti aldrei en þetta, skilur, og hann á ekki skili hæpið. Hver er að segja betri hluti en hann? Ef þeir eru ekki hlusta Andrew, hver er einstaklingur sem þeir eru að hlusta á? Þorstein í kallmennskunni. Ok, shout out Þorstein. Já, hann er bestur, sko. Hann er líka bara, þú veist, að mínum að þetta hann bara að kenna, hann er að kenna strákum líka að taka ábyrgð og vera duglegir og vera, þú veist, að mínum að þú veist, það er bara heilbrigð kallmennska, þú veist, Andrew Tate er bara að kenna toxic kallmennsku og það er ekki eitthvað sem að mér finnst það eftir að vera promótað undir neinum kringustæðum. Fair enough. En hvað fannst þér sem var að segja hana? Mér finnst það frekar mitt-texti, sko, og ég held, já. Ertu sammála og ósammála? Býtu hverju? Að þetta sé God against Satan. Ég trúi svo mikið að honum líði þannig. Ég myndi að þú ert útskúar af svo mörgu. Þetta er ekki bara samfélag eins og flestir hérna heima skilur. Þetta er bara upp og app store bannaði. Já. Ég verði ekki næ, sko, mál ég finn smá til með honum, sko. Ég fæ alveg, já, ég finn til með honum, sko. Út af því að ég bara svona, þú veist, hann er bara ekki að rífa kjafta netinu eins og allir aðrir gera. Allir, þú veistu hvað margir að segja miklu meira fucked up sitt á netinu en hann, en að einhverjum ástæðum þá er hann búinn að ná miklu lengur en allar aðrir. Og af hverju er það? Af hverju er hann búinn að ná lengur? Hann er ríkur, massaður með kjaft, skilur við. Já, ekki bara það, heldur líka það sem hann segir er að resonata. En er eitthvað slæmt? Það er ekki hægt að taka á honum, skilur. Það er fullt af hálfvitum að segja hálfvitalega hluta á netinu, en hann var dreginn hæst. Mér líður samt eins og að, þú veist, ég hugsa þetta svona, það er miklu auðveldara að rífa eitthvað niður heldur en að byggja eitthvað upp. Og þú veist, fyrir honum er miklu auðveldara að segja eitthvað svona shit sem að lætur stráka svona líða vel og hann er að gera það með að rífa aðra niður, skilur. Já, nákvæmlega. Af því að það er svo miklu auðveldara, skilur. Það er svo miklu auðveldara að destroy than to build. Já. Og mér líður eins og hann sé svolítið bara að taka, þú veist, auðvelda póla, skilur, eitthvað sem hann veit að er hægt að segja við unga stráka, en hann veit unga einfalda stráka sem er ekki búin að þroskast eða er ekki nóg klárið til að skilja hvað lífið snýst um. Það er miklu auðveldra að ala upp eitthvað svona hatur heldur en að ala upp, þú veist, ást og skilning og styrkleika, sko. Það er bara auðvelda leiðin. Já, nákvæmlega. Og það er líka besta leiðin til þess að fá klát hratt. Já. Bara reiði, skilur. Sem er held ég það sem hann var að gera með þessi svona extreme vídeo sem ég sér á hann. Ég held að hann var bara að reyna að æsa í liðinu. Hann var bara að trolla, hann er ekkert aðeins núna lengur. 100% og líka, víst, og málega út af því hann er svo klár og víst, góður að tala, þá náði hann miklu lengra út því hann náði að blanda þessu með svona hlutum sem make sense. Svo sagði hann eitthvað crazy og náði aðteklinni. Svo sagði hann eitthvað sem var bara ógeðslega svona that's pretty logical þegar kemur að bara svona samskiptum kynjanna, hvernig er að vera karlmaður að reyna við konu og erfiðleikarnir þar á milli og hvernig karlmenn getur liðið. Hann svona blandar svo mikið af svona hlutum sem resonata í karlmennum og svo inn á milli hann að segja bara wild shit eins og bara gellur yfir með bodycount á enninu sínu og fólk bara hvernig dyrfistu segja svona. Svo kemur hann bara já út af bla 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 og segir síðan eitthvað meira sem make sense. Þetta er bara einhver formúla sem bæði hann og Trump eru búin að þróa sér til þess að gera þið sjokkaraðan
og svo segi ég eitthvað sniðugt. Reyndar hefur Trump aldrei einhvern veginn gert það. Hann var enda forseti Bandaríkjanna. Einmitt, þú veist, hann hefur hann spilaði eitthvað inn á þess. Alltaf Andrew Top G getur að forseti það? Oh my god, guð hjálp. Með tímanum örgulega, já. Eftir svona 10 ár sem býr sér. Kynslun sem hann er að resonata hjá núna, eftir svona 4-5 ár hafa þau rétt til að kjósa, sko. Já, heldur líka sem meira en það, sko. Þetta er 10 ára krakkar, sko. Þetta er ekki eins og 15, jú, líka 15 kannski en. Já, ætli þetta sé ekki bara fucking 10 til, þú veist, 35 ára sem hann er bara að krössa, skilur við. Held það? Já. Og þetta er ekki líka endilega bara heimski táningar, þetta er líka bara kallmennu sem líður illa, skilur við. Já. Við skoðum minna, sem hann er höfða til. En já, gott tweet hjá honum. Þú veist, ég finn til með honum og, þú veist, hann er augljóslega búinn að ganga gegnum mjög miklu erfiðleika en maður er búinn að læstur inn í hvað, 2-3 mánuði? 3 mánuði, sko. Hálft ár, nei, var ekki hálft ára? Nei, heldur bara 3 mánuðir. 3 mánuðir. 3 mánuðir. Samt í einhverju hólu í fucking, ég veit ekki, hvar er hann aftur? Rómaníu eða eitthvað? Já. Mitt. Það gefur mig gleði í hjarta. Það er mjög vont af þér, Anna. Það er grind það er mjög grind. Það er aldrei að hlæja að óförum annar. Það má ekki sko peppa kallmennskuna og vilja svo menn fara í jailið fyrir. Ég er að senda þér vídeo það. Fyrir að vera með kjaft sko. Mér finnst bara að lífið búið að vera betra þegar hann er ekki á internetinu. Við ætlum að fá hérna vídeo. Þetta er vídeo af Andrew þegar hann var nýkomin úr jailinu. Kíkjum á það. Alltaf minna vindil. Maður sér bara þessi gaur Pældi hvað þetta er mikið phenomenon bara hvað heimurum bara allt inn er þetta einn frægasti, googlasti maður í sögu internetsins. Þetta er sko pælið hvað þetta er mikið phenomenon, guys. Er það eitthvað út í það? Hann gerir konuna brjálar, hann talar við eitthvað svona innri erfiðleika kallmanna og þar alveg er þetta mest umdeldi maður bara í sögu internets. Já, svo lappar hann fram og tilbaka og hvað gerðum við átt? Var það 4 mánaða fangilsi? Hvað heldur það marga ferðir á honum á það? 40? Það var svona 6 ferðir eitthvað. Hann er örugglega bara ennþá að lappa fram og tilbaka eins og hann var í klefanum sínum, sko. Það talaði það. Þegar þú læstur í svona environmenti, sko, þá byrjar að venja það á svona venjur og hann var bara ennþá að gera það. Hann bara strolling around in his cell. Það er svakalegt, sko. En það er líka svona, sko... Ég blakka út hana. Ok, næsta tweet. Já, næsta tweet. Kíkjum á það. Þetta er skemmtilegt þráður. Byrja svona, ég veit ekki hver þarf að heyra þetta en ekki nota sleipuefni með olíugrunn þegar þú nota smokk sem getnaðarvörn. Olían gerir gat á smokkinn. Já, baby emoji. Og svo kemur þetta fyrir neðan. Does mayonnaise contain oil? Hún segir djöfullin. Þannig að hún hefur greinilega notað majónes. Er majónes gott sleipuefni það? Mér finnst það ekki, sko. Nei. Ég held það ekki gott fyrir píkur, sko. Nei. Arna, hvað er að versta sem þú hefur notað sem sleipuefni? Langur listi. Mjög langur listi. Góð spurning, sko. Ég veit það ekki alveg. Þú eru farið í vaselinni eða? Já. Það er bara næst, sko. En, já, ég held, það er alltaf verið bara eitthvað svona, sko. Bara eitthvað svona skemmtilegt sem að finnir, sko. Já. Hvað, ólífólía? Nei, ég hef ekki farið þangað, sko. Ég hef látið matvælinni friði, sko. Já, en sápur? Láta verið friði, sem mun eftir, en gæti alveg verið þegar ég var yngri, ég hef verið bara eitthvað in need og prófað einhverja sápu, sko. En þú, Anna? Ég held að vaselinni hafi verið vest, sko. Já, það var vest. Er það eitthvað svona slemt það? Ég held samt ég hafi notað ólífólíu. Já, þú hefur notað ólífólíu. Mást bara... Bara Philip og Berry og bara... Já, mér fannst vaselin samt verða, sko. Já. Akkur var það verða? Það er bara eitthvað svo klíst. Já, það. Já, það er svona Já, þú veist... Það er ekki nóg olíu. Nei, þú veist, ólífólían var meira smúð, sko. Já, ég segi ykkur low-key, besta. Ég veit hvað það segja. Skýr. What? Já, nei, ég er fyrir Ég ætla að segja. Ég ætla að veit hvað er besta. Men ég trúi þess alveg, sko. Hefur prófað að skýra það? Það sem er best er kókosoljan. Já, svo segir. Oh, shit. Og ég er að fara að púla upp vídeo eða sem að vinnur okkar Jay Alvarez gerði.
Það sem hann sýnir Arnar, veistu hvað reference þetta er? Nei. Það var hérna fræg saga, ekkert saga, bara svona kom út á líka vídeo daginn, þú veist hvað J.L. Vares er? Nei. Það er svona frægur áhrifavaldur, eða ef ekki frægasti áhrifavaldurinn. Ok. Bara sætu með krullur og var að búið til alls konar travel videos, hann var eiginlega fyrstu til að gera. Jú, ok, ég veit hvað hann tala um. Já, hann sérst að, þú veist, hann basically tók upp bara klámvídeó þar sem hann var að nota kókosolíu og svo líka það nokkrum ár setna sko, þá fóru allir að tala um kókosolíu því hann var bara að hita kókosolíuna með eitthvað svona spes, svona skál og eld undir eitthvað svona dæmi. Skils mér, ég hef ekki séð vídeóið sko, en hérna, og þá, veist, já, þá fóru allir að tala um cocoa oil, skilur við. Já, mér datt alveg huga á hann þegar þú spurði sko, ég fór að hugsa kókosolíu, en ég bara held ekki. En jú, pottet. Ok, next tweet. Nice. Ég bara ekki með það. Ég sendi þér eitthvað á Instagram, eitthvað myndband. Jú, sendi mér Instagram, alveg rétt. Ka-ching. Það er fyrir aftur, það er smá svona inn í það sem hann var að segja okkar maður á hann, Tate. Topsy, já, þetta er smá svona. Þetta er framhald af því. Býðu? Hvað er að gerast þetta? Sorry, ég er að fóka upp. No touching, no touching. No touching, I won't. Why don't we just pair up? I'm not into touching, okay? I'm not, let me put that out front. I'm no touching, no touching. No touching, I won't touch you. I was paired up with Isaac. He was like, no touching. I was like, oh, this is gonna be fun. The music will start, the boys will turn around. Right. So, gentlemen, let's turn. Gorgeous. And then we start walking. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then let's look at the gentlemen. Gentlemen, you guys can acknowledge us. Ooh, who is this? Cool. Oh, I'm sorry. I can't do this. I can't do this. I'm sorry. I'm a man of God. I can't do this. I'm a man of God. Yeah, I love those people. I pray for them. I would never do anything to hurt them or condemn them. But men are not supposed to dress like women. I'm not going to go along with that. It's time to stand up and be a man of God. Man of God, eins og Top G segir. I'm not into touching. True. Hvað finnst ykkur þetta stakar? Og stelpur? Já. Og stelpur núna, já. Okkur finnst þetta bara nice. Já, ég var að tala fyrir stelpur. Já, okkur getur maður ekki bara að dansa við hvað sem er. Já, segja það. Ég skil alveg gamla kallinn, sko, ef hann er, veist, það er svona 5 ári hann degi, sko. Já. Ég ætti að meina hann er bara að fá að lifa með sín gildi og sína venjur bara. Já. Mér stæði mér auðvitað, sko, mér komið tíma á að hann rífi sig, hvað segir maður? Hvað fannst þér hann ætti að fara að dansa við hann á hann? Hæ? Fannst þér að hann ætti að fara? Já, okkur ekki. Já, ég meina... Ef hann er bara man of God og hann vill þetta ekki, þá... Þetta er ekkert á móti því sem að Guð segir. Trans people are people, sko. Guð sagði ekki að þú mættir ekki dansa við transfólk. Ekki specific. Hann sagði no such thing. Já, eða hérna, kannski var þetta ekki trans, þetta var kannski bara drag queen. Þetta var bara drag, já. Já, það var það. Hann sagði bara kona klædd sem kall, hann sagði bara kallar eða klæð sem kallar. Já, En svona máli, sko, hann, þú veist, ég veit ekki hvort þessi gaur verður cancelaður eða fólk verður bara man, þú veist, hann er bara gamall og þetta er bara old school og bara, veist, ef einhver public figure sem væri kannski meira yngri einstaklingur sem sinnir einhver ákveðnu starfi myndi segja hann hlut off. Já. En það fólk eru bara að hlæja þessu. Allir eiga afa og allir þessi afar og ömmur eru saying wild shit sem á engan stað í tíma, þú veist. Finnst þér alveg að þú þurfa bara við afa en bara eitthvað afið, þetta er svona núna, þú þarfst að vera að samþykja allt eins og þetta er núna. Hafið, nennur hægt að segja N-orðið. Ég skil það reyndar, sko. Það er svona breyta málsátt, sko, en... Sko, ég persónulega, þú veist, ég átt alveg afa sem að hataði homma, sko, og alveg bara gæti ekki einu sinni séð. Elskar að setja áta afa. Já, hérna blessu minningar. All right. Hann var bara fættur, þú veist, 1930 eitthvað, skilur, og þetta var bara ekki, þú veist, og ég er svona, I don't blame them, skilur, og það er alveg sum umræðefni sem ég fer ekki í með ömmu, skilur, og eins og það? Bara svona, þú veist, það er bara svona alls konar svona traditional hlutir, skilur, hún bara eitthvað svona, já, þú voru nú að kunna skræla kartöflur og ætlar að gifta þig, þú veist, eitthvað svona, skilur, sem ég veist bara krúttlegt, ég er ekkert að fara að vera eitthvað, sko, amma, ég þarf sko ekki, þú veist, þú fara ekkert í það með. Já, alveg skrælum saman. Já. Ég held sér risvar skrælt kartöflu. Já, mér veist það nú samt bara. Já. Er það ekki bara ágætt, eða? Það er solid, sko. Ég gæti alveg gist. Ein kartöfla per 10 ár. Já. Nice. Shit, sko. Já, skemmtilegt. Já. Góður að skræla. Þetta var eiginlega bara the Twitter í dag, sko, já. Nice, vel gert maður. Þetta var gott Twitter. Þetta var það. Já. En hvað segir, hvernig finnst ykkur bolti búin að vera maður?
Gylfi Sig Boltinn maður, þeir eru alltaf eitthvað hlaupað þannig að skora á eitthvað Þeir eru geggjaðir Við fengum ábendingum að við ættum að tala meira fótbolta Þannig að við ætlum að gera allir að því í dag Nei Jú, hvað haldið þið með? Ég held með Hvað finnst ykkur rángstöðu? Hvað finnst ykkur rángstöðu? Sko Hún flókin sko En Það þarf að vera eitthvað þarna og hinni þurfa að vera hérna Þú mátt ekki vera fyrir framan markmanninn Já, er það málið? Já En hvernig ertu fyrir aftanan? Bara mátt það ekki Það er eftir rangur Herru strákar, ég stætti að stoppa á þetta sko Því hún líka með fyrsta kvenkynsgestin okkar hérna Og þannig ég ætla bara ekki að gera henni þetta Við fyrstum bara eina klippu Eina fyrir TikTok Já, satt til að sína Mér langar að færa athyglinna á gestin okkar Akkur núna Og spyrja hans út í samskipti kynjanna á samfélagsmiðlum Þegar við erum alltaf að tala um það Og það okkur finnst það mjög skemmtilegt sko Mér langar að byrja einn spurningu Það hvað er múfið í dag fyrir gaur sem vill tala við gælu og hann vill ekki vera creepy, asnalegur eða vera með small dick energy. Hvað er rétta leiðin til þess að nálgast stelpu 2023? Bara á samfélagsmiðlum eða ertu bara að tala um í lífinu? Yfir höfuð, og það má vera samfélagsmiðlum, það er bara hvað sem er. Hvað er best? Það er eins og ég sé bara eitthvað sérfræðingur í því. En þú getur alveg að provida bara fennmanns perspektífi, skilur út. Því við erum alltaf að tala um það, skilur, og við getum alltaf svona ímynda okkur en við alveg vitum það ekki, en þú hefur reynsla af þessu, þannig að þú getur sagt bara þitt persónulega álit, sko. Það myndi vera meira feedback en ég og Arna getur gert allavega. Já, sko, ég held að ég sé með meiri svona what not to do, skilur. Þú veist, af því að maður getur frekar verið svona já, þú veist, haft reynsla eitthvað svona, þú veist, ekki biðja snapp, allavega ekki of snemma. Ok, ef einhver gæi biður snapp í dag, þá er það bara, það er það versta sem þú getur gert. Kannski alveg versta, en það er svona slímugt, sko, þú veist, það er bara eitthvað svona, þú veist. Hvað finnst þér að biðja pening? Getur auðvitað með smá Þú veist það betur en að byggja snapp sko. En þú veist að byggja snapp, er það bara snapp spurningamerki? Já, það er hræðilegt. Já, það er einmitt, þú veist, línan sem að ég myndi Já, ok, þannig þeir DM-a þá á Instagram og spyrjum snapp og snapp spurningamerki bara út frá engu? Já, það er alveg gerst, sko. Bara eitthvað svona það er hella weird, sko. Bara eitthvað snapp Mest ekki skriði Harnar hefur gert það nokkuð sem Snappsæta Líka hvað þarf það að snappa sem þú getur ekki skrifað hér? Já, það er nefnilega það sem er slímugt, skilur við. Því að snapp er bara þekkt fyrir eitthvað svona að eyðist. Já, og þú veist, ég er bara svona, ég hef ekki áhuga að fá dick pics frá þér, skilur við. Mér líður eins og það sé það sem hann að fara að gera þegar hann biður mig snappar í fyrsta Já, þú veist bara hrættum að gæi mun senda þig dick pics. Já, maður hefur séð nefnilega svona skilabóð, sko, screenshot þar sem einhver hefur sagt bara eitthvað, hei, má ég senda þig dick pic? Já. Það er ekki betra að senda bara dick pic frekar? Sko, þetta er alveg áhugavert út því að ég sá viðtal við einhverja OnlyFans-gælu, hún sagði sko að mestu tekjurnar hennar eru að gæjar að biðja dick ratings. Ha? Já, það er bara, þú veist, þú getur fengið pening, þú veist, á OnlyFans bara með því að gæinn sendir á þig bara eitthvað sérstakt, til dæmis bara sendu mynd á brjóstunniðinum og skrifa nafnum mitt á brjóstuðin. Og þú segði að mestu tekjurnar og mesta requesti er dick ratings, bara þeir að senda mynd og bara reyta þig og þeir vilja fá bara honest rating. Og hún gefur bara 1/10 eða eitthvað þannig? Já, þú veist, hún er stundum bara solid þristur. og þeir bara $1,000. Já, þeir borga bara fyrir það og hún er að gera þetta allan daginn, sko, bara opna dick pics og reyta. Myndir þú einhver tíman gera þetta? Já. Þú veist, ef ég væri neitt Nei, þú veist, ég myndi ekki vera með OnlyFans, sko. Ég held líka að þeir vilja fá reyting frá henni út því að hún er uppáhalds klámstjarnan hennar, þú veist, þeirra skilur, hún er ekki bara það er einhver tenging, langtíma tenging hún er líka spúa til klám, sko, en svona mestu teikunar eru bara gæjar sem eru bara viltu please reyta. Þannig eru þeir búinir að mynda parasocial relationship við hana og fá eitthvað affirmation eða eitthvað svona acknowledgement saman að sé þristur, skilur, að gefa mikið. Og ef þú pælir í, þú veist, þá er þetta alveg svona nice, skilur, með að við að búa til klám að fá bara myndir og segja bara sex eða eitthvað, skilur, þetta er alveg nice vinna. Já, ekki slæmt. Maður getur nú bara ráðið aðstofan í þetta og bara skala þetta upp og gert þetta smá bildir. Skila þetta eins. En já, Anna, þú ert náttúrulega að skrifa BS-ritgerð eða ekki, fyrir núna, einmitt OnlyFans.
Segja okkur hans frá því og máttu segja okkur frá því þetta náttúrulega, þú veist Já, niðurstöðun ekki komnar út sko, en ég má alveg segja frá því, held Ok, ég. hver græði Án mest? þess að nafngræða. Já, Já, ég má ekki, nei, og þetta er allt nafnlaus sko. Við tala rannsóknir, Já. tala bara svona ferli og allt það. Já. Hvað kom þér mest á óvart þegar þú varst að taka viðtal við þetta fólk í fyrir ríkjarniðina? Sko, það eru bara svona á því að þau voru öll mjög opin að tala þú veist, reynsluna sína og það eru svona eitthvað sem þau sögðu sem stendur upp úr eins og ein stelpa sagði að það sem henni fannst verst við starfið var þegar að vinir pabbinar væri að subscriba. Oh, shit! Er það ekki bara mesta martröð í heimi sem pabbi? Fuck, maður. Það er pabbi og vinnin er bara gaur. Nice pick, bro. Nei, við skulum bara ímyndum, ok, Arnar, ímynda núna, þú er búin að eignast þú er búin að eignast stelpu og núna er hún orðin 18 ára, skilji, ég og Davíð erum subscribaðir. Sæll maður, ég held að ég myndi bara ríða ykkur báðum sko. Hvernig myndi þið líða? Bara umulega, bara eins og umulega gæti liðið held ég. Já. Og líka, þetta er ekki bara sko á hennar bát skilur að þeir sé að subscribe, líka bara þeir skilur, þetta eru vinir pabbinar. Já. Vinir. Já, ennþá vinir. Þetta er ekkert eitthvað fyrrverandi vinir eða fólk sem er ekkert endilega, veist, ekki að það sé eitthvað endilega það mikið skára, en þú veist, þetta er fólk sem er að koma í húsi, bara í húsi, já. Og meiri segja sko, ekki bara það, heldur þetta er kannski vinnufélagar pabbinar sem hann er búin að vera á vinnustaðnum bara síðan hún var lítil og hún var að koma kannski bara 4 ára inn á vinnustaðin og þeir eitthvað svona, ég kaupa enda Svala og svo bara eitthvað 15 árum setna eru þeir bara eitthvað að runga sér í vinni, skilju. Takki, verður að rýta réttan. Nei, sorry. Nei, get out! Sko Svipun og Arnar þegar gerir faktakana bara fuck Ég er alveg hvað ég veit En já, ég held, er það ekki svona besta við að bransa þú getur alveg á netinu og posta það sem þú vill, fengi pening, frekar næs að hlæja að vera nækin en svo þarf þetta að díla við þetta bara að þú fer í bónus þú ert bara, einhvers horfður skringil og þú ert bara þessi mögulega var að runga sér yfir mér í nótt Það er eiginlega bara þú ert á Íslandi, skilja, þetta er svo allt svo nálægt þér. Það er bara 2 manneskjur á milli þín og næsta OnlyFans aðeins, sko. Mjög satt. Já, hún líka sagði þetta svo rólega, sko, maður bara eitthvað, já, leiðilegt að vinir pappa er að subscribe, sko. Já, bara svona inconvenience. Já, eins og þetta sé, þetta er ekki ideal, en þetta er ekki dýlbreykar, skilur. En þessi 20 skall var frekar 20 skall, er þetta ekki 4,99 eða eitthvað? Nei, þetta er yfirleitt $20 á mánuði. Sæll, það er alveg prís. Og svo getur þú borgað meira fyrir special myndir og hvað. Já. Hvernig virkar það eiginlega? Let's do the math. Þú þarf bara 100 subscribera sem eru að borga $20 á mánuði og þú ert bara komið ágætast tekjur, skilju. Já. Samt eftir með 250 skall á mánuði, sko. Ég veit það, en þú þarf bara 100 manns, skilju. Já, fair. Þú veist, 100 manns. Það er ekki mikið. Nei. Það er ekki erfitt að finna 100 horny boys á Íslandi. Það er ekki erfitt. Það er líka málið, það er mér svo fyndið út í að þessi bransi virkar út af því að karlar eru svo fucking horny, skilju. Og við myndum gera þetta líka. Það var ekki stelpur að subscriba, það var kallar. Já. Skilur. En Anna, ertu búin að rannsaka eitthvað meira af hverju fólk kaupir OnlyFans en ekki skoða bara, þú veist, frítt klám á netinu? Já. Vá, góð spurning, Davíð. Sko, það er bara út af því að, þú veist, þeir vilja tengjast klámstjörninni sinni, númer 1. En númer 2 líka, þú veist, þær töluðu að, þú veist, svona staðalímyndin, skilur, af þessum gæjum sem er að subscriba, eru bara menn sem að hafa ekki fengið mikla ást og sérstaklega frá konum, skilur, að hafa ekki farið í sambönd og átt eitthvað svona, skilur, náinn sambönd með konum og þeir eru að leita í það með klámstjörnum sér. Þeir vilja bara, þú veist, þeir borga þeim bara fyrir að spjalla. Skilur, ég er að segja, þetta eru gaurinn sem Andrew Tate líka er að höfða til, sko, ég er ekki að grínast, sko. Þetta er gaurinn sem náðu aldrei að stabilisera heilbrigt samband við kvenmann allir sinni ævi. Mömmu, systir eða bara svona kærustur eða bara vinkonur aldrei heilbrið dýnamík og þar leiðandi þurfa endaði með að þurfa að kaupa í gegnum einhvern miðl þar sem einhver stelpar að opna á þessa hlut sem þeir eru búin að sækjast í alla ævi sem er bara í rauninni bara kvenkins nánd, skilju. Það er svo sætt, en enda er allir núna með svona fake akkánta, bara endalaust að fake á OnlyFans. Já, það er bara bull business. Þú þarft samt að, ertu að meina þeir sem eru að selja með fake akkánta? Já. Hvað er fake account? Bara við getum stopna OnlyFans account núna fyrir. Já, nota bara myndir sem einhver annar á. Ég var að gera AI OnlyFans account og sjá hvað er náttúrulega. Það er umkomið, sko. Var að hugsa þetta, sko. Já, þú þarf samt að senda mynd af þér með ID.
við hliðina þér. Til að vera á Nei, OnlyFans? já, á OnlyFans, en það til fullt af síðum sem eru paywall OnlyFans, eins og OnlyFans sem eru ekkert spá í neinu, sko. Og ég hafi ekki séð þetta, ég á fullt af vinkonum sem er alltaf að posta að einhver fake Instagram-account komin og það er alltaf linkur í eitthvað OnlyFans-like síða, sko. Og þá eru þeir bara að posta bikini myndum af þessum stelpum sem er að posta þessum myndum á Instagram. Já, og rukka subscription. Já, rukka subscription. Þetta er bara fucking svakalegt, sko. Já, við samt, sko, ég stiði samt að borga fyrir OnlyFans, sko, af því að þú ert að borga, þú ert að doing porn the ethical way, skilur, þú ert að borga creatorsnum beint. Já, the most ethical way possible at the moment, skilur. Að þú veist, þú ert að peningurinn er að þótt að OnlyFans tekur enda fucking mikið, sko, þau taka alveg 20%. Já. En þú ert samt að borga, þú veist hvert peningurinn er að fara, þú veist það ekki þegar þú ert að fara á Pornhub og ert bara að horfa á eitthvað, skilur, veist ekki hvort þessar gælur voru í mannsal eða ekki, skilur. Já, og hvort þú vill ekki ekkert endilega að einhver slímur Harvey Weinstein in the porn business fá fucking cut af leikjum, skilur, þegar einhver gæla er að fucking búið til eitthvað vídeo og expósa sig, skilur. Nákvæmlega. Þannig ég stiði þetta, sko, en þetta er óslega áhugavert og það er að segja alveg svona hluti sem bara svona blows my mind eins og þetta, skilur, og það er líka bara að tala þú veist, það er að hafa þurft að bara fara út úr einhverjum verslunum, skilur, út því að það kom einhverju gæjar og bara, þetta þú? Új. Já. Þú veist, terrible. Já, og þeir bara, þeir hætti ekki, skilur, því að þeir eru búin að byggja svo mikið samband við þær. Já. En þær eru við alla bara hey baby, hi, kosti mín og hvað, skilur, en þeir, fatta það ekkert, skilur, og þeir finna í alvöru nánd frá þeim og þá halda þeir að það sé í lagi að vera bara Svo fá þeir the rejection og fara ennþá dýpra in the spiral, sko. Já, Strákar, hvað? Það er ekki bara byggðum stalkers líka smáða. Það er ekki að byggðum það, það gerist. Já, það gerist út af því að þetta er bara svo ótrúlega sterkt samband sem þú ert að búið til. Þú ert að búið til kynlífs, nánd, hvern maður, kall maður, þetta er svo mikið. Þú ert að attrakta mjög veikburða einstaklingar líka. Já, það sem skilgreining þín á hann á þessi gæjum, það er rauninni skilgreiningin líka á stalker. Skilur, bara einhver gæj sem aldrei fengið neitt. 100%. Og þetta er, já. Og það er, Strákar, hvað myndið þið taka mikið pening? Ef þið ættu að starta OnlyFans í dag, hvað þyrftu þið að réttlæta fyrir ykkur miklar tekjur til þess að byrja með OnlyFans? Bara svona 2 milljónir á mánuði eitthvað? Á mánuði? Já, hegi. Til að nenna að gera það? Jú, ég var eitthvað svona 10. Já. Shit. Ég er bara að tala bara skjóta hérna einhverjar fótamyndir eitthvað hann, sko. Já, Nei. Ég er að tala bara thirst trap. Þú veist, allt nema dick. Allt nema dick? Bara svona spekla mynd og gera sexy, sko. Já, þetta eru tvær spurningar. Hvað myndi gera á þess að sína dick? Og síðan, hvað myndi gera til þess að sína dick? Hvar eru verðskalnir? Hvar er textan? Bara einhverju svona... Sko, án þess að sína dick, þá er ég... Podcast okkar er quality, ég lofa. Ég veit það. Bara, guys, bear with us here. Þetta er alveg gott, eða ekki? Smá. Jú, þetta er smá gott. Án dick, þá er ég 10 mil, en þú? Án dick 10 mil? Bara minimum, sko. Þú veist, ef þetta er bara ein mynd á mótnana einu sinni í viku, þá er ég bara 2 mils á mánuði. Þú þarft að vera bara sexy heima þar og tækja það sér. Já, hann horfir á þetta bara hversu mikið tíma og metnaður ég sitt í þetta. Hann segir bara, ég get tekið eina mynd mótnana, ógeðslega flott og sexy og það er bara max korter sem fyrir á svo postaði, punktur. En til þess að græða, já, ok. Sýn ég andlitum þetta? Já, 100%. Og líka, mest í peningurinn í er að engagea við aðdándurna. Þú veist líka, bara posta content. Ég myndi ekki nenna að vera, þú veist, messagea einhvað fólk, skilur, bara hey David, how you doing today? Þú bara, I'm fine, how are you, Jonathan? Ég nenni ekki að ég samskipti. Nei, eðlilega ekki. Það er líka stalkers okkur shit fyrir þetta. Ok, bara posta. 10 mil, 2 mil. Ég veit ekki, sko. Úr cheap bit, sko. Það var einhver að vera dýrri. Þetta er svo lítil vinna, sko. I gotta make that bag, sko. Þetta getur bara financera bara alls konar shit sem ég langar að gera. Já, 100%. Anna, hvað myndið þú? Ég? Já, þú sagði þú myndir ekki bara yfir höfuð aldrei, en mér líður eins og everybody has their price, skilur, og það er held ég ástæðan af hverju suma gælur sérstaklega sem eru bara eiga ógeðslega góðan business út í LA sem þurfa ekkert á þessu að halda, hafa ákveð að taka skrefið bara út af því að peningurinn er það mikið. Ég veit fullt af svona influencers sem eru svona established át úti, grætu bara $1 million á fyrsta deginum. $1 million það eru, correct me if I'm wrong, mörg 100 milljónir. Þetta er 150 miljonir. Shit, sko. 140. Fyrirgefðu. Sko, býtu, ok, er ég að sýna þá brjóst og rass en ekki píku?
eða er ég bara á undirfötunum? Já, ég held þetta ekki bara thirst traps í fáklædd thirst traps? Það náttúrulega mismunandi. Það underwear og án underwear, ekki ekki það? Ég held að þetta sé bara mismunandi, skilur en jú, þú ert að sýna einhverja nekt, skilur einhverja. Ég þurfti alveg að fá góðan pening, sko, alveg 10-15 milljónir á mánuði. Sko, þegar nekt fyrir strákur þannig $1 million. Þú þyrfti það? Já, að þegar nekt fyrir strákur stelpur er svo different, sko, í þessu. Þú veist, fyrir okkur að vera að byrja ofan er ekki að saman fyrir stelpur að vera að byrja ofan, þó að sé náttúrulega, þú veist, þetta er bara $1 million er ekki 10-15. Býtu, er það ekki að sama, Davíð? Ætti það ekki að vera að sama? Ég er bara að segja, skilur. Nákvæmlega sama. En það hefur líka mismunandi afleiðingar fyrir okkur, sko. Sko, eitt hérna quick math, þú sagði 10-15 milli, sagði ekki? Og þú sagði $1 million. Og svo sagði þú já. Nei, hvað sagði ég? Já, því að hún sagði á mánu, nei, hún sagði 10-15 á mánu. Á ári er það 100 já, það er meira 200 eitthvað, sko. Fair. Já, þannig að það er alveg meira en bara svo ég sé mikið klippið hérna, sko, eitthvað. Dumbass. $1 million a year. Ég held að ég sé svolítið með Davíð hérna, sko. Þú veist, ég horfa á þetta bara sem output, sko, því að, þú veist, og því að ef þú horfa á Tyga er tekjuhæsti, eða var það síðast í tjekkaði, tekjuhæsti OnlyFans content creatorinn og hann er established rappari, skilur við ég veit ekki hvað hann er að posta hana það er langt sen ég unsubscribeaði, sko nei, tjók hann er eiginlega bara að taka einhverja myndir og láta, og gera bara gera businessin heldur einhver sé að horfa á Tyga bara gaurinn er bara OnlyFans að taka myndir nei, fólk felur þetta líka svo vel, sko það er svo margir sem að setja bara eitt link og þessi perrar sem er að fara að subscribe þeir finna hennar link, sko satt, ég held að hann sé samt en þú farið samt, þið veitir líka, Davíð, þú ert að taka svo 2 milljónir á því en þú ert að fara að fá stalkers nema ég bara ekki nema hvað, þú farið stalkers jú, nema ég setja mig bara einhver staðar positionu mig bara í einhverju öðru landi já. Samt að, sko, strákar sko, fyndi, ég gerði líka mun á strákum og stelpum, sko, og þeir eru ekki að díla við jafn mikið áriði og stelpunar þú veist, hann var bara eitthvað, þú veist, alla stelpunar voru bara eitthvað, já, þetta er fucking erfitt bara, ég er alltaf þekkt eitthvað staðar og ég er alltaf áriði alls staðar, hann var bara eitthvað Jesus finn ekki að það ekki fyrir því hann er bara sweet penny en eru gælur sem skræpa þessum gæði til dæmis? Nei, út því að sko, strákarnir græða þannig að vera með öllum heitustu gælunum skilur þannig þú ert að subscribe á gæjan en þú ert samt að subscribe fyrir allar gælurnar þú ert að fá margar mismöndi gælur á hans account já, þetta er svona 3 fyrir 1 díl já, svolítið en samt sko það lítur að fara dætt inn í Nóa núna fljótlega, sko það er svolítið þannig, sko og þú ert eiginlega að græða mest á að subscribe á gæjan og þú ert að fá flestar það er fátt tvenni tilbúið, sko og content þetta er svona hópa tilbúið það kom ekki með tilbúðsjóka já, það er nei, ég átti eins og stólkær já, ég var DJ á B5 og hann stóð bara svona 5 metrum frá mér bara og horfði á mig bara hann hætti ekki að horfa, hann horfði bara á mig hvernig og dílar þetta var svona allt kvöldið ég gæti, hvað ég gera? segja hæ? Nei, mér langar ekki, ég hef bara hættu því svona, sko já, þú bara sagði ekki neitt, hann bara stóð þarna og hefur hann staðið þarna oft? já, þetta var mörg kvöldi röð, sko sem hann stóð þarna bara og eitt kvöldi stóð hann í svona 2-3 tíma, sko fyrir niður að pissa eitthvað kemur aftur upp, bara, já shit, óþægilegt maður creepy shit og hvað, og þú bara gerir ekkert í þessu? Nei ekki hvað ég gera? Hefur þið fundið hann einstakling á social? Já, hann er sendt endalist og svo alltaf follow og unfollow og eitthvað svona shit já, það Enga lögguna, heyrðu það eitthvað gæja að horfa á minna, ég er að DJ já, góð punktur og þetta er bara ungu strákur já sæll já en hann elskaði bara Arnar já, svo er það já nei, já, það er creeps út allt, sko já, hvernig myndi Arnar í ganga að myndi búið til OnlyFans? Ég myndi okkar fokkin vel, sko já, ég held það líka, sko ég held það sé markaður, sko já, því það er líka, sko, það er huge game markaður á OnlyFans og það halda óslega margir að ég sé líka, ég er alltaf að fá DM, ertu gay og fæ ógeðslega mikið að DMs frá homum þannig að ég held að mynda lengur subscribe já, 100% það er, þú veist, það er minna af því skilur, en það er alveg einhverju gæjar sem vilja bara subscribe og horfa þér rungaðir og já, einmitt, svo veri þú veist, það sem væri tempting fyrir þig þegar þú væri byrjað með akkántin en svo voru gaunum bara, ég skal borga þér 3 milljónir núna ef þú livestreama rungið með mér ég myndi alltaf slippa, sko hvað sér þetta, 3 milljónir? Já, ég held það, sko mánaðamót eftir smá, sko það er næst að fá smá er það að taka eitthvað roleplay?
Hvað myndirðu, við tókum náttúrulega á það, sko, hvað myndir gera fyrir bara TC undirfata myndir, sko. En hvað myndirðu gera fyrir... Ég og Daði myndum fyrir dúsa, skilja, bara gegja. Það er okkur high quality shit, það er fokkin fyndið. Hvað myndirðu gera fyrir full on OnlyFans Pro? Bara full on. Bara klám, bara full on klám. Það er bara ekki sjens, ok, jú, svo þau hugsa ég Everybody has a price. Everybody has a price. Ég myndi gera þetta klámdót, ég myndi bara gera það, ég myndi bara henda út nokkur myndböndum og svo myndi ég bara hætta og ég myndi þá bara retire my homies, fattar þið? Ég myndi bara gera fyrir það. En hversu mikið? Það væri bara það mikið, hversu mikið þarf ég til að lifa í 80 ári viðbót og skilur svona 20 viðbót. Já, einmitt. Svona 500 milljónir? Nei, svona 10 billjónir, skilur. 10 billjónir? Hæ? Hvað þetta var lifa large, gamli? Nei, þetta er bara stórt, skilur þú? 10 billjónir? 10 miljardar, ok, 10.000 milljónir. 10 miljardar króna? Já, það er ekki það mikið. Það er hver og einn sem fær 500 milljónir. Það er ekki... Hvað er $100 million? Hver 500 milljónir kemur ekkert alltaf langt í 80 ár, sko. Nei, það er eftir svona 10 ár getur keypt brauðsneið. Helst verðbólga. 10 miljardar, það meikar sens, sko. Já, það er ekki eins og það mikið, sko. Lifir bara einhver vöxtum. Bara eitt klámvídeó, 10 miljardar. Já. Eitt klámvídeó? Já. Þú myndir aldrei fá borgað. En svo einhver myndi koma á morgun, heyrðu, 5, þá væri ég alveg. Ég myndi ekki setja hótið niður, nei 10. En miljard? Nei, aldrei. Miljard? Þú þarft að lifa svo lengi með þessu, sko. Með klámyndbandi, akkur? En skiptir einhver máli fyrir þig? Og heldur að Kim Kardashian sé eitthvað leið núna, eða? Þú sé heima grátandi? Nei, en börnin hann verða. Þeir fá ekki frá netið. Þeir lifa í the new world, sko. Þau fá að sjá þetta, heyrðu. Já. Anna hver maður er búin að runga sér yfir mömmuðinni, skilur. Vá, pældi því maður. Já. Þetta er bara svona... Vá, ég pældi ekki því, sko. Það er alveg rough reality, sko. Það er rough reality. Það er svo mikið annað sem kemur. Myndið þú taka núna klámyndband fyrir 500 milljónir? Ef það myndi transcenda karriérinu í fucking Kim Kardashian career. Nei, það er svo allt annað mál, skilur. 500 milljónir, þegar ég sagði 10 milljónir, deilt í 20, það er 500, skilur. 500 milljónir bara borðiði eitt vídeo. Sko það gleymist ofta, 500 milljónir eru bara, þú veist, það eru bara 5 íbúðir eða eitthvað á Íslandi. Já, þetta er ekki svo mikið, sko, og það er ekki svona ein íbúð í LA, þú getur ekki svona flutt á það, sko. 500 milljónir? Jú, ég myndi gera það. Og þegar þú veist... Ok, þá er offer on table, alls til, annað til, þið vita þið, kæru hlustundur. Já, ef einhver er með 500 milljónir að úti, það erum við til, já. Já, þú veist, og þegar, þú veist... Getur ekki fengið hérna Halla til að sponsora? Við myndum bara að gera. Við værum... Já, þetta er mjög merkileg pæling. Þetta er rinni, þetta er alveg svona dark eða pælir í, bara svona hvað er að gera fyrir pening, skilju. En samt, þú veist, who's laughing in the end, skilju? Ég er fucking moldrík og hvað, þú sást píkun á mér, já, þetta er nefnilega sama. Þetta er nefnilega svo góð punktur. Þetta er geggjapunktur, hvað gerist, skilju? Við höfum all líkama, við erum öll með kynfæri, við erum öll með brjóst, skilju, þetta er allt svo, veist. Og líka, ertu ekki gett creepy að þú tekur eitthvað klámvídeó og ertu eitthvað að posta því einhvers staðar eða deila því? Er það ekki meira weird heldur en að gera actually vídeó? Svo sko, já, þetta er alveg rétt. Ég var alveg til að fara kannski niður í 1 miljard. En ég myndi samt rukka meira fyrir rungmyndband, sko. Það væri, já, það var skrítið, sko. Það er eitthvað svo shameful. Það er það svo ódýslega, sko. Alltaf í boltanum. Líka, þú veist, ef þú fucking nærð eye contact við myndæluna, þú veist, það væri svo... Það er vond, sko. Já, það er mjög skrítið, sko. Það er alltaf verið eintút allan tíman, sko, og gleymir eitthvað smá, þá ertu bara... Það verður myndbandi skrítið. Já, það er svo weird, sko. Og hvenær enda myndbandið? Þú hleypar að símanum eitthvað... Ertu bara rungaði fyrir svona 12, ertu bara... Svo er það, sko, ég veit ekki, það er ekkert... Bara stillir símanum... Ertu bara eitthvað að horfa út í loft? Nei, þú ert að make eye contact við kameruna, ekki? Til þess að gefa áhörðunum það sem hann vill, skilur. Já. Sí, hvað þú myndi? Já. Fyrir hvað sem mikið, Alex? Hæ? Fyrir hvað sem mikið? Myndi ég... Eitt rung. Já, fyrir rungmyndband? Já. Eye contact rungvídeó. Ég held sér bara sama verðið, sko. 500 milljónir? Já, ég hugsa ég myndi gera það fyrir það, sko. Gaur. En máli ég myndi ekki gera fyrir en ég myndi koma mér í besta form lífsmíns og svo myndi ég gera það. Veitu hvað ég meina? Það má ekki. Líka máli sko, það fólki sem að þú vilt ekki að sjá það er líklegast ekkert að fara að sjá það. Nei. Jú. Það tala bara fjölskyldaðinu og eitthvað. Já, þau vilja örugglega ekkert horfa. Eða, þú veist, nema vinir pappa eins og frændu eins og eitthvað, skilur. Þú veist, þeir vilja sjá það, greinlega. Mér líður eins og Lalli frændi myndi vera bara gamli. Já.
Ég hef gert það líka, Já, svo sem það eru bara svona nokkri sem eitthvað erfið með þetta. Já, svo ert þú að bjóða öllum, vinum og frændum til útlanda, skilur, living large. Gerum hópatilboð. Við 400M. All saman, 100M? Já, hópatilboð, bara fyrir eitthvað sem að hlusta. Bara close friends, myndband. Þá 4 vídeo eða Nei, við 4. Myndband á okkur 4. Já, saman. Ég og Davíð varum bara saman og þið varum saman. Já. 100 miljónir. Ég myndi marga tvöfald til að sjá þið og Davíð. En þá er curveball hérna. Ok, við tökum kannski 500 miljónir fyrir að, ef við tökum ekki 500 miljónir til að selja líkamann okkar í einhver stutastund, en við myndum samt taka örugglega minna fyrir að selja líkamann okkar í labored vinnu allt okkar líf. Svona það. Góð punktur, Davíð. Já. Þetta fer upp að en lækkar og lækkar á mér, sko. Já, nákvæmlega. Því að ef maður sko zoomar virkilega mikið út sko og er rosalega mikið big brain í þessu sko, þá ertu í rauninni að selja líkamæðin. Davíð er alltaf að reikna út tíma og vinnu sko, án jokes. Já, slit á líkamannum. Mental toll, hann er alltaf að reikna út allt sko. Já, as he should sko. Þetta er bara labor like anything else og skilur, þetta er glæð. Já. Smá hérna. Ég myndi ekki segja like anything else, en þú veist, þetta er samt labor. Segðu mér, er þetta fólk að lifa hátt, þetta OnlyFans liðana, sem eru býr á Íslandi? Hverjar eru tekjunar hjá fólkinu sem varst að tala við? Sko, ég nefnilega spurði ekki tekjur af því að það var ekki partur af rannsóknarefninu mínu, en þegar það töluðu peninga, þá töluðu þær í milljónum. Þú veist, þær töluðu bara... Á mánuði? Já, skilur, það var ein sem að hætti, er ekki lengur OnlyFans og tók eiginlega allt efni út, skildi bara svona eitthvað eftir og hún er ennþá að fá, þú veist, það eru 2 ár síðan hún hætti og hún er ennþá að tikka inn hjá henni subscribers. Já, þeir hafa bara glemt í að unsubscribe eða kanni. Já, hún sagði bara ekki. Eða vilja bara ennþá supporta. Hún lifir bara því. Nei, þú veist, hún er ekki eins og hún taka þann pening út. Hún sagði bara já, alveg margar milljónir að nynni, skilur, en ég er bara ekki að... Shit. Erfitt líf maður. En þær sögðu samt, þú veist, þau sögðu öll bara ekki láta þetta plata ykkur, þetta er ekki svona easy money, skilur, þú þarft að vera ógeðslega duglegur að eignast svona superfans út því að þannig græður pening á svona... Já, fólki sem er tilbúin að borgar 100k í einu skemmt bara til að fá þau til að gera eitthvað eitt næmi. Þú þarft ríkugaurana sem eru til bara að henda í þið pening bara út af því að they like you. Sem kemur inn á akkur áhrifavaldarnir í LA og sem eru með huge fylgjendahóp og örugglega margir þeim bara einhver rich motherfuckers sem eru bara horny as hell og eru tilbúin til að hvort sem að borga hellinga okkur dóti fyrir hellinga upplifun þannig að þeir eru og eiga nóg til þannig að þeir eru örugglega stærstu viðskiptavinir, stærstu contributor í því að þessar stelpur að græða svo mikið pening í dag, skilur. Og í rauninni er þetta líka svolítið svona. Pæli, þessar fallegu stelpur sem eru á áhrifavaldar og eru þar, skilur, þú veist, ríku kallanir eru alltaf að gera eitthvað fyrir þessar gælur, alltaf, skilur. Og veist, hvort sem að sé útlandaferð, föt, allt þetta og líka stundum bara borga með beinhörðum peningum bara til að chilla með þeim, skilur. Þú veist, þessar stelpur eru á payrollinu, skilur. Þú veist, þannig að þetta er í rauninni, núna er þetta komið svolítið, þetta er bara komið á annað plattform eða. Já. Pælið í. Erum við að fara að gera OnlyFans close friends? Sko ég er alveg íhugað núna, eina sponsa í þættinum. Davíð. Ef við gerum þetta rétt, þá getur þetta orðið big payday, sko. Já, three sexy dudes. Anna, myndir þú subscribe það? Já. Hvað myndir, nú er ég kærastinn, hvað myndir þú segja við því að ég verð bara, Anna, ég ætla að byrja með OnlyFans. Hvað ætlar að gera þar? Ég ætla að vera með thirst traps og stundum ef fólk er tilbúin að borga fyrir hann mikið þá ætla ég að sína my dick og ef það kemur séðan einhver stelpa inn í myndina, skilur, einhver önnur stelpa en þú og ég myndi fá ekstra borga fyrir það, alveg bara milljónir, þá myndi ég vilja tala við það, skilur, og mögulega gera það líka. Býtu ekstra borga fyrir þá að búa til klám með henni? Já. Þú veist, ég væri bara full on, bara ég ætla að vera klámstjarna, skilur, og þú ert að fara að vera bara kærasta gaur sem er bara klámstjarna. Sko, að þú væri bara eitthvað að fara að, þú veist, vera að bera ofan og runga þér stundum og stundum ekki, þá væri ég bara go for it, skilur við. Gekka, supportive chick, guys. Finnir ykkur einu svona. Já, þú veist, hvað, mér finnst það bara eitthvað svona, bara get that bag, skilur við, ekki? Væri það samt ekki leiðilegt eitthvað að vera með kærastan sem, þú veist,
er að runga sér, skilur, og fólk hefur skoðað það vídeo. Var það ekki smábakandi? Ég veit það ekki, ég er alveg komið öðru þessi sína á þetta eftir þessa rannsókn, ég er bara eitthvað svona Já, þú ert léttari gagnvart því. Já, þegar þú ert að græða svona mikinn pening, hverjum ekki sama og tekur þú séð kynfærin, hvað ætlar að gera við það? Satt. Þú finnst þér þú hafa eitthvað power over me, þú veist, ég er með power over you, ég er að taka peninga frá þér, skilju. Já, pælingin mín er líka bara, veist, hvað mun þetta þýða í framtíðinni? Já. Ef þú varst með OnlyFans fyrir 20 árum, einhverjum að fara að vera sama eru vinir, segjum bara 20 ári framtíðina við vorum 20 ári fortíðinni við vorum OnlyFans og svo bara eignustu börn fjölskyldu og við erum ekki búin að koma allt þessi 20 ár haldið að þetta veri einhvern veginn relevant hlutur í lífin okkar þá haldið að krakkanir eða börnin okkar sem veri vinir munu pullit upp og kannski kemur eitthvað moment og það verður kannski eitthvað dæmi í smástund en haldið þetta muni hafa einhver relevance? Nei, ég held ekki. Ég held að í framtíðinni getur bara AI generata bara nektarmynda Deepfakes bara. Ég var nákvæmlega að segja saman. Nei, fólk áttur að vilja the real thing, sko, held ég. Já, reyndar. Það verður svona delicacy. Já, það verður meira authentic. Ég held samt, ég með kenningu, fyrir 50 árum voru engin samfélagsmiðlar og ekkert internet og ekki neitt. Í dag er það bara svona svolítið eins og klám, skilur fyrir okkur. Kannski, eftir 20 ár, þá eru allir með OnlyFans. Amma, afi, mamma og pappi. Það verður orðin bara svona basic. Bara mestið það með bara OnlyFans bara já, ég meina á Instagram eru, þú veist, gælur bara mjög nálægt í að vera naktar, skilur já, Instagram sem að þú veist, fyrir 40 árum það hefði bara fyrir 10 árum sko. 10 árum sko. Já, einmitt, já. Þannig að þú veist, næstu 40 ár, skilur kannski, já, verður við bara öll að selja klám. Já. Þurfum við ekki bara að vera að hoppa á wave eða? Hoppa á. Vera early on the wave. Já. Normallega það bara. Suma stelpur sérstaklega úti, áhrifaldarinn eru milljónamæringar út af þessu sko. Þetta er mjög áhugavert sko. Greitt eðlilega mikið sko. Já. Svo líka þarna vestadótið sem ég veit var þarna, hvað heitir hún? Bad Baby eða eitthvað. Bad Baby? Já. Veit ekki hvað þú tala sko. En Cash Me Outside gælan. Já. Hún var náttúrulega 17 og daginn sem hún var 18 þá gaf hún OnlyFans út og grætti $1 million á fyrst deginum. Nei, það er sagalegt. Já, þannig að ímynd ykkur, hún tók myndina þegar hún var 17 ára, skilju, gaf þér út þegar hún var 18, skilju, og pældi ykkur sem margir subscribe-uðu, skilju, og voru að bíða eftir því. Já. Ok, það er sko frétt hérna hún hafi grætt $52 million Hæ? OnlyFans. Svo eru við að cheap shot eða eitthvað, það er milljónir á mánuði eitthvað. Ok, já, ég breyti svarinu mínu. $52 million. Hvað er það mikið? En það er út í að, þú veist, hún er náttúrulega mjög sérstakt dæmi út af því að, þú veist, hún er viral sensation og alveg unique viral Það er sensation. ekki 5 miljardar eða eitthvað. Jú, örugglega. Það er líka heimurinn er nött. 7. Það eru 7 miljardar. Crazy. Quick math. Og ég held að enginn sé að segja neitt við hana, skilur við. Þú veist, internetið er örugglega drulleguna en þú veist, hey, skilur við. Pældi, ég vissi ekki einu svona væri með OnlyFans en ég setið sem þú varst að tala um aðan, þetta er actually achievable, það sem þú varst að tala um sko. Hún var ekki stór áhrifaldur. Hvað sagði ég? Ég sagði 10. Jú. Hún var viral. Já, hún var með milljónir fylgjandi. Veitu hvað fekk hún þetta á miklum tíma? Eftir að dótið með miklum tíma? Undir ári. Undir ári, ok, og ég var að tala um 10 og hún fekk 7. Já. Ég held alveg, ef að þú myndir gera þetta og myndir bara byrja að promóta þetta gæðið mikið á TikTok, þá gætir þú bara you could make so much cash. Já. Bara að vera einn, skilur þú. Ég er að fara að prófa þetta. Ég og Daði tökum 20% og framleiðum efnið, skilur, ekkert þess. Já, ég er til í það, sko. Já. Þóra, sorry. Fyrstu 6 tímunum þá grættir hún $1 million. Já, fyrstu 6. Wow. Ægilegt, sko. Getur þið fengið Bad Baby upp í símanum svo fólk hafi, já. Og kannski OnlyFans. Já. Subscribe and like. Ég er subscribed. Kæru hlustur, ég man ekki hvort að við muni eftir henni, hún var á Dr. Phil og flestir ætti að kannast þetta. How about that? Og svo fór hún bara út í tónlist og var rappari og svo þegar hún var 18 ára þá opnaði hún á OnlyFans. Postaði myndum frá þeim á 17. Sko, já, hún er successful rappari, sko. Hún er það, sko. Já, hún er alveg, já. Heru, það er þessi. Já, fólk er að hlusta á hana, sko. Einmitt. Muni eftir henni. Já, djöfull snýr hún upp laginu maður.
Ég veit ekki alveg hvort hún aðeins nú við blæðinu en klálega capitalized á hennar situation. Hún var viral sensation og síðan það er svo mikið af fólki sem urðu viral og urðu eitthvað meme og gerði ekkert við það. Þessi gæla, she did something about it, skilur. Það bjóst alls ekki við því. Já, maður þarf bara að preysa hana, skilur. Þú veist, hún á $52 million, sko, akkurat núna, ef ekki meira. Hún er worth 100 mil, sko. Já, og segist svona að hann lemja mömmu sína í Dr. Phil, sko. Já. Einmitt. Þetta er það sem að vandræða börnunum verðlaunað. Já, einmitt, svo er það. Ótrúlegt, sko. Það er galið. Já. Úps. Arnar, hvaða punkta ert þú með? Ég sagði að það var punkta niður á hann, varstu ekki að punkta ykkur niður? Jú, ég var með fótboltaspjalli sem Alex shut down. 100% sko. Svo var ég með En takk Anna fyrir að deila með okkur öllum þínum fræðslum fyrir BS-ríkina á OnlyFans. Þetta er búið að, þetta er búið að ótrúlega fræðandi og skemmtilegt að hlusta á sko. Já. Og þetta er svo áhugavert og umræðan sem kemur í kjölfar á þessu er ennþá áhugaverðari. Þetta er svo mikið, ég veit ekki hvað það var orðað eins og sko. Þetta er bara, Ef þú er með núna bullandi 8-pack, verður farin í bransana? Nei. Mér finnst þetta að vera bara eitthvað svona, þú veist, mér finnst ég bara svona ömuleg fyrir að geta þetta ekki. Þú veist, ég lít upp til þeirra sem er bara drullu sama, skilur, af því að þær eru að græða allan pening, skilur, af hverju er ég eitthvað svona, ég veit ekki hvað ég meina. Hvernig sko sko, jú, alls samála. Að geta þetta bara, mér finnst það cool sko. Ég er team OnlyFans skilur. Við vorum ekki team OnlyFans í þætti 3 eða eitthvað. Nei, hvað voru að tala um þá? Og við vorum ekki team OnlyFans. Nei, jú, við vorum að styðja fólki sem var að því sko, en við tölum að við myndum ekki gera það sjálfur sko. En núna? Sama, held ég sko. 52 mil. Já, við myndum gera það fyrir fucking ridiculous amounts of money, skilji. En ég held að svari var já fyrir flestum það, sko, meira að segja fólki sem hefur það ótrúlega gott, sko. Þetta er bara þannig peningur, skilji. Sem er ógeðslega áhugaverð topic að fólk mun gera bókstaflega hvað sem er fyrir pening. Já, sama hversu pure þú ert. Já. Þá er einhver upphæð sem að þú myndir bókstaflega bara, þú veist, rúst einhverjum með skrjóti, skilur, fyrir einhver pening. Held ég. Og þú getur gert svo mikið með það. Eins og ein spurning, þú veist, mynduð þið íta á takka og drepa einhverja random mannesku fyrir $100 million? Nei. Bara veist ekki hvað það er. Gæti verið bara starving child in Africa. Var þetta ekki sem er að deyja, skilur við? Ég hef alveg frekar child molester sem væri svona meira. Já, það getur líka verið child molester. Það getur deyja til patt í Afrika bara gæði gæður. Ég veit ekki hvað við velja það. Skiptir ekki máli. Það gæti verið bara gauður á skrifstofun. Eitthvað batt sem á það skilur í Afriku skilur. Já. Ég myndi að child molester var reitt held ég sko. Já, ég fer alltaf þangað. Nei, ég er að tala um núna peningin sko. Bara random mannesku fyrir $100 million. Þú veist ekki hvað það er. Þúsungall gemmer hann sko. Fyrir bara random mannesku. Já. En þú fær ekki að veita hvað það er þannig. Það er 7 billion manns í heiminum sko. Það er enga líka. Kannski, það geti verið bara mannski á hliðina sko. Get ég valið child molester? Nei. Nei. Já, þetta er bara var þetta ekki plotta á einhverju bíómynd? Það var, jú, það ekki, var ekki the box. The button, já, the box, the button eða eitthvað sko. Það ekki, það var eitthvað svoleiðis. Shit. Og svo er það kannski bara Alex. Já, það gæti verið hann, það er náttúrulega 1 á móti 8 milljörðum. Það er máli, sko, það er einmitt finnst skulle segja þetta út. Ég held að það hefur einmitt verið, sko, eitt af því sem gerist í bíómyndinni. Já, einhvers sem þú þekkir. Já, það var eitthvað þannig, sko. Og já, það er allan þannig. En myndu þið fá núna 1B, er 1000 bara milljónir, ef einn af nánustu 50 sem þekkið myndi deyja á morgun? Nei. 1 milljarð? Já. Nei. Einn af 1000 nánustu? Einn af 50 nánustu myndi deyja á morgun. 50 nánustu? Hver er 50 nánustu vinuðinn? Handla fjölskylda, sko. Já, ammaðin og afiðinni kannski nánustu. Það þarf að vera einn af þeim, skilur. Gæti verið bara mamma. Gæti verið, já, ef það er risk að það sé nánasta. Nei, þetta væri númer 50. Hæ? Númer 50? Já, segja það. Já, það væri Ég ætla bara að tjekka þetta. Já, Guðjón frændi, já. Hann var svo leiðilegur í síðasta matabóðinu. Líka var alltaf að horfa eitthvað óþægilega á fucking systeminu. Já, myndið taka þess að þetta gæti verið bara Guðjón frændi. En þá varst þú, að þú veist, ég gæti ekki að lifa með ábyrðinni, bara ég lét þá deyja. 1000 Nei, þú veist. Nei, ekki heldur, sko. Við erum að tala um 1 milljón á dag í 3 ár.
Já. Nei, ég get Ef maður setur upp þannig, þá þetta ekki það mikil peningur, sko. Gaur á dag. Mér finnst vera bara dag, sko. Það eitthvað þak á bara hversu mikla andlega vanlíðan ætla ég að líða, skilur. Þú veist, og það þú veist, svona að vera með morð á öxlunum, skilur, þar ekki upphæð sem þú getur ég það innan þangur til að drafst, sko, eða þangur til að drepa sjálf Við langar að breyta þessu umræðu, við erum að tala alltaf mikið pening og dauða þetta komum út í algjörslut, við langar að shifta þetta aðeins hérna og út af því að við erum með glæsilegan gest hérna þá, Anna, mér langar að spyrja út í vesen sem þú lentir í núna í skólanum þar sem að, og þetta mjög strákar, þetta svo interesting umræði sem sagt, Anna lenti því að hún var að gera eitthvað verkefni í skólanum, eitthvað ritgerð og svo fekk hún, svo skilaði hún því, svo fekk hún feedback tilbaka frá kennaranum bara 25% af þessu verkefni var gert með AI. Þannig að þau hafi sett þetta í gegnum eitthvað kerfi sem átti að detekta að AI átti við þetta verkefni. Og Anna náttúrulega notaði ekkert AI í þessu, en hún samt vissi af öðrum einstakling sem skilaði sama verkefninu notaði AI 100% og það var ekki tekið eftir í. Þannig að Anna var sett í erfiðari stöðu og þurfti að tala við kennarana og bara allan þinni bara, hei, ég nota ekki AI og það einhver önnur mann sem nota AI hérna, sko, það var ekki þetta. Þetta augljóslega ekki eitthvað forrit sem virkar gagnvart því að gera þetta. Og þetta fekk mig bara til að hugsa, þú veist, hvað kennarar og skólakerfið fucked. Þeir hafa ekkert svar við þessu, þeir geta ekkert gert, þeir að treysta á einhver forrit sem virka greinilega ekki, skilur þeir eru bara eitthvað, hvað hefur að gera? Og þeir voru fucked fyrir, sko. Já, þeir voru ekkert í geggjara stöðu fyrir, skilur en núna bara, og þetta staðan á skólasystem í dag. Anna, hvernig var þetta ferli fyrir þig? Snýr hana niður, eða? Já, ég gerði Nei, ég var sko bara að fundinum í morgun, þetta búið að vera sko 2 vikna ferli og já, ég sést tala við bara stelpu sem bara með mér í áfangunum og hún bara eitthvað ég copy-pastaði allt úr ChatGPT og hún fekk 9,5 eða 10 eða eitthvað og já, þetta var óslega langt ferli þetta basically endaði þannig sko að hún var að segja deildarforsetinn bara við erum að fá ógeðslega mikið á svona málum upp á borð núna og út af því að þau eru að byrja að nota þessa detektora og hún sagði að ef þú breytir einhvern veginn málinu sem hún notar, til dæmis með Grammarly, vitið þið hvað það er? Þú mátt nota það í háskóla, skilju, en það detektað sem AI, skilju. Sem ennþá staðfestir að hvað þetta faulty system sem þau geta ekki treyst á. Já. Og það eru bara nemendur sem eru bara að nota Grammarly, bara eins og síðustu 3 ár, skilur, sem þau eru að skrifa og þau eru að vera felld út því að þau halda að þau sé að nota AI til að skrifa textan sinn. Það líka að þetta er að eyðileggja, þetta er áhugavert. Þannig þau eru bara basically að taka alla nemendur í viðtöl sem þetta kemur upp hjá og eru bara svona að meta hvort þau sé að ljúga ekki, sko, þú veist. Hælið í því. Og ef aðilin gett óöruggur, skilur. Nei, ég gera það ekki, kannski bara lendi í einhverju í vikunni eða eitthvað, bara gett lítið í sig, skilur, þá er bara feldur fyrir að nota gervigreind, skilur. En svo koma líka upp mál þar sem að þú getur ekki neita fyrir það, þú veist, og þetta er bara svona við vitum alveg hvað var að gera þetta eins og ég held að þú hafi sagt það í þættin með tíman með strákana sem að skrifa vitlausan gæja. Já. Þá kom bara eitthvað svona að skrifa ritgerð Gunnar og þau skrifuðu vitlausan Gunnar. Já. Þú veist, þetta voru 2 strákar og þeir voru bestu vinir og þetta var eitthvað svona, hei, hvað skilur. Já. Það augljóst hvað var að gera þetta. En hversu mikið hálfviti þarf þetta að vera til að skrifa vitlausan gæja, sko? Já, það er að sinna skólakerfinu. Já, einmitt, þú ættir alveg ekki að vera í háskóla ef þetta er að koma upp hjá þér, sko. Ég held að skólakerfið sé doomed, sko. Það er ekki doomed, það er bara á krossgötum núna. Það er alltaf gett svona hostile staður og það virðist allt vera að fara í rugl á þeim tíma en síðan mun það bara adjusta, skilur. Próf eftir 5 ár munu verða bara notaðu AI til að koma þessu frá þér. Þú veist, þetta mun verða framtíðarskólinn. Við munum öll vera... Notaðu AI, fólk er ekki alla komið á iPad, sko. Þú veist, eftir 1 ár, þá er mjög basic fyrir þig bara að nota Siri
og segja bara hei, bara búðu til respons fyrir e-mailin sem ég var að fá núna, skilur og gerðu svaraði þessum spurningum hérna hjálpaði mér að klára prófið mitt, skilja verkefninu mínu, allt þetta og það sem ég eiginlega mest ánægst með því að ég átti mjög erfiða skólagöngu því ég var bara góður í allt sem var svona listrænt, skilur og þegar það kom að því að eins og flestöld próf í dag eru bara að muna hluti hversu góður ert að muna, skilur þessa hluti sem þú þarft síðan að muna fyrir prófið sem ég var ömurlegur að muna, skilur, en ég vissi þetta allt samt, en ég bara átti erfitt með að muna. Þess að ég svo ánægður í dag, þetta verður líklegast til þess að, að núna snýst ekki að verður góður að muna, núna snýst bara hversu góður þú ert að nota tólin sem þú hefur til þess að gera vinnuna sem er fyrir fram að, sem er líka hvernig alvöru heimurinn er, hvernig vinnan er. Já, þannig að það er svo fárlegt að vera að þjálfa nemendur til að vera páfagaugar, skilur, og muna, fattaru, þegar í rauninni í heiminum þá getur þú nota öll þessi tól sem við hefur í dag til þess að gera þessa hluti og það er rauninni hversu góður ert að nota þessi tól ætti að vera spurningin, ekki hversu góður ert að muna án þess að nota tólin. 100%. Já, og vonandi ferða í þá átt, skilur á endanum, en núna er námsmatið bara þau eru að fara að setja meira áherslu á próf og því að þar getur ekki nota AI. Þá bara læsist tölvan. Já, basically, allavega fyrst, skilur, því að þau eru bara hrædd við þetta og þau veit ekki hvernig það gerir þetta. Ritgerðir fleiri próf. Já. Það mun vera þannig núna, skilur, því að þau get ekki, en eins og ég var að tala henni í morgun, hún sagði bara, við verðum líka að prófa ritgerðarskrifin ykkar, það verður að vera partur af, þið getur ekki útskrifast úr háskóla og kunni ekki að skrifa, skilur. En alltaf að kunna skrifa er bara að fara að taka breytingu núna, það er bara að fara að verða, það mun alltaf vera AI innifalið, þegar síðan kemur út á vinnumarkaðurinn, ætlar að vera hreykjaði í hvað þú ert duglegur að skrifa sjálfur að meðan competitorinn er bara eitthvað með 5 tölvur og bara eitthvað búm og er bara að dundra út betri text en þú getur nokkuð tíma gert en ég var ógeðslega duglegur í skólanum samt, ég fekk 10 á prófinu það er fucking satt að heimurinn er að breyta svo hratt og kerfin og fólkið sem er búin að vera að stóla á gömul system eru ekki keeping up. Nei. Þau eru það ekki. Og það sem að gerist er að þegar krakkar og fólk kemur úr skólum og hafa fengið allt þetta appraise og allar þessar 10, allar þessar góða einkunnir og allar þessar góðu orð frá kennarunum They're useless! Þau fá smack in the face þegar þau eru komin út í alvöru heiminn þar sem að fólk í alvöru heiminum þá notar fólk hvert einasta tól og hver einustu resource til að koma sér áfram. Það er ekkert að fara til einum reglum, reglunar eru bara don't get caught. Já, það er náttúrulega máli og þetta AI er alltaf að vera betra og betra. Því betri sem detektorarnir verða, því betra verða AI. Já. Og þú getur núna verið bara eitthvað, skrifa text þetta og hann skrifar og setur eitt detektor allt rautt. Svo segir þú skrifa þetta upp á nýtt og látt þetta ekki geta verið detektað. Setur þetta allt grænt. Bara já, written by a human. Skilju, þannig að það er ekki hægt að ráða við þetta og þau verða bara að... Já, og þú getur sett þetta í detektor svona áður og þú skilar þessu. Já. Pælið í þessu. Hljóta að hætta bara með háskóla eða eitthvað Já, cancela háskóla. Hvað til hvers? Kennar að nota AI? Já. Kennar að nota AI. Það er núna heitasta í dag er að kunna að prompta inn í ChatGPT og í Midjourney og öllum sem forðum sko. Hear this guys, það var bylting þegar ég og Davíð vorum að byrja að vera content creator og í rauninni þú líka Arnar. Það var bylting út af því að þú gast búið til ógeðslega high quality stuff í gegnum samfélagsmiðla með samfélagsmiðlabyltingunni og það var bara svona, það breyttist svolítið starfsvið á þessu svona plattformi. Það sem gerist núna er að það sem einhver bylting er að gerast er að hversu góður þú ert að búið til prompt fyrir AI, það verður nýja the smart social media savvy guy at the office. Þú ert að fara að ráða einn gaur til að vera bara prompt maker fyrir AI, skilur, og það mun útiloka alla bloggara, alla rithöfundar, fréttamenn, allt þetta dæmi. Þú mun þurfa bara einn mann í staðan fyrir 10. Þetta er byltingi sem er að gerast akkur núna. Þetta er í rauninni sama með þig, skilju. Í staðan fyrir þú þarft heilt filmkrú til að búa til flott vídeo, búm, eru kamerarnar svo góðar og fólki ára svo klárt að þú þarf bara einn gæja, skilju. Þetta er sama dótið. Og út af þessu tóli, sko. Get ekki lýst í hvað mér finnst það áhugavert gæja, sko. Þetta er magna, sko. Þetta er scary. Við heldum öll að deyja áður en það verður orðið eitthvað, sko. Nei. Jú. Það mun verið það hæg þróun. Hæg? Nei, heldur of hröð. Er ekki að segja það? Við erum fællið frá að deyja áður en hvað? Áður en alltaf AI kemur. Ertu að tala um þegar AI tekur yfir? Já, við deyjum.
Já, ég mæli með að fólk... Já, út af AI-inu. Þú meinar að við munum deyja út af AI út því að það er að þróast svo hratt. Já, ég er alveg svolítið með það, sko. Ég var að horfa á podcasti með Lex Fridman og gæjanum sem er yfir ChatGPT, sko. Mæli með því, þetta er bíl, sko. Ég hef aldrei verið jafn shaken og hlusta á hana gæja út af því að mál er, þó að þeir myndu hætta, þá myndu bara einhver annar gera þetta. Þetta er að fara að gerast whether we like it or not. Hann er samt ætti ekki að vera gauðin til að segja þetta því að hann á fyrirtæki, skil. Saman með gæðan sem á Google, hann sagði mér langar að vera AI, hann var að segja eitthvað sem, maður ekki nákvæmlega hann sagði, hann var að segja að hann ætlaði að vera king of AI í rauninni. Hann væri eina AI-ið sem enginn gæti tekið yfir. Hann er alltaf the boss of AI. Það hljómar ekki vel. Gæðin sem á Google. Pældi hvað getur verið mikill einræðisherra þá. Svakalegt, sko. Já, mér líður eins og the tech bosses, eigendur, the biggest tech companies, eftir að vera svolítið, þú veist, menninni sem ráða, þú veist, núna eru menninni sem ráða yfir orkunni í heiminum, það eru valdamestu menninni, sko, en mér líður eins og þetta mun taka yfir, skilju, út af því að, þú veist, út af því að þú ert, þegar AI verður og nóg öflugt, þá skiptir ekki máli hversu mikið peningu út með því að AI getur bara farið í hvaða software, hvaða tækni, hvaða hardware og bara tekið yfir, skilur. Við erum líka ekki ready fyrir þetta deepfake sem við síndum hana Tom Cruise í þætti eitthvað. Við erum ekki ready fyrir það, sko. Það er örugglega næsta... Ég ætla bara að vera bóndi, sko. Ég ætla bara að fara að lifa simple life. Heldur að förum bara hringinn. Við erum bara farin aftur úr þessu tæknidrasli og mun alltaf fara bara út á land og... Ég held að það mun vera mjög líklegt að, þú veist, fólk mun taka það skref, sko, út af því að, þú veist, það verður ekki safe, skilur, að lifa innan tæknina, sko. En guys, ég og Anna þurfum að rúlla því að við erum að fara til Afríku. Sæll, fínt. Ég og Davíð klárum á þáttinn. Eftir 4 tíma. Shit. Já, þeir eru bara að fara núna? Já, við erum bókstaflega bara að fara núna. Akkur er þetta svona sudden? Skeist þú ekki eitthvað? Já, ég hefði átt að bóka miklu fyrir, sko. Þannig að ég enda með að þurfa að bóka flug sem við var ekki fyrsta val á okkar, sko. Sem á að fara að vera hell, sko. Við erum að fara að fljúa bara í allan nótt og allan morgun á þess að sofa. Yeah, buddy! Nice! En við erum að fara í 25 gráður, þannig það er alltaf læg. Já, það er ágætt. Þá vorkenni ykkur nýtt. Anna, takk hérlega fyrir að koma í þáttinn. Þú varst alveg frábær. Takk fyrir að gefa okkur allt þetta insight í það sem þú veist að gera við námið þitt og OnlyFans. OnlyFans, já. Það er geggjað, sko. Takk fyrir að fá mig. Stay sexy. Takk sem leiðis. Close friend out.